Komið þið sæl, ég býð ykkur velkomin á 221. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar. Það engin mál sem þarf að bæta á áður auglýsta dagskrá, þannig að fyrsta mál á dagskrá að kjósa í þær nefndir samkvæmt A-hluta sem ekki var lokið við á síðasta fundi sveitarstjórnar. En það þarf að kjósa kjörstjórn, umhverfis- og skipulagsnefnd, félagsmálanefnd, fræðslunefnd, menningarmálanefnd, atvinnumálanefnd og í fjallskelanefndir. Og ég ætla að taka hér í raun og hverja nefnd þá fyrir sig. Og við byrjum á kjörstjórn. Það liggur hér fyrir bara tillaga að aðalmenn í kjörstjórn sé Bergþóra Jónsdóttir, Sveinn Gestsson og Valdís Einarsdóttir. Og varamenn verði Kristján Meldal, Sigurður Bjarni Gilbertsson og Þórður Ingólfsson. Einhverju vill ræða þessa tillögu? Svo ekki þess sem samþykki þessari tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það umhverfis- og skipulagsnefnd. Þar liggur fyrir tillaga að aðalmenn verði Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Björn Henry Kristjánsson, Guðlaug Kristinsdóttir, Jón Egill Jónsson og Sigrún Birna Halldórsdóttir. Varamenn verði í þessari röð Viðar Þór Ólafsson, Baldvin Guðmundsson, Alexander Vincent, Jón Magnús Katarínusson og Þuríður Jóney Sigurðardóttir. Jafnframt tillaga að Guðlaug Kristinsdóttir verði formaður nefndarinnar. Einhvers vill ræða þessa tillögu sérstaklega? Svo ekki þess sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það félagsmálanefnd. Það tillaga að aðalmenn séu Eyjólfur Yngvi Bjarnason, Guðrún Erna Magnúsdóttir og Ragnheiður Pálsdóttir. Og varamenn séu í þessari röð Sigrún Birna Halldórsdóttir, Sigurður Ólafsson og Steinunn Lilja Ólafsdóttir. Og formaður nefndarinnar sé Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Einhvern sem vilja ræða þessa tillögu? Kveðið fyrir engin hljós þess sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fræðslunefnd. Það hér tillaga að aðalmenn í fræðslunefnd séu Ingibjörg Þórana Steinudóttir, Jón Egill Jóhannsson, Rúna Blöndal, Sindri Geir Sigurðarson og Þóri Björk Þórisdóttir. Og varamenn séu í þeirri röð sem ég les það upp Heiðrún Sandra Grettisdóttir, Ragnheiður Bæringsdóttir, Ragnheiður Pálsdóttir, Stefánía Björg Jónsdóttir og Þórunn Þórðardóttir. Og formaður nefndarinnar sé Ingibjörg Þórana Steinudóttir. Einhvers vill ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljós þess sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það menningarmálanefnd. Það liggur hér fyrir tillaga að aðalmenn séu Alexandra Rut Jónsdóttir, Einar Jón Geirsson og Þorgrímur Einar Guðbjartsson. Varamenn séu í þessari röð Gyða Lúðvíksdóttir, Sigurður Ólafsson og Skúli Hreinn Guðbjartsson. Og formaður nefndarinnar sé Þorgrímur Einar Guðbjartsson. Einhvers vil ræða þessa tillögu? Það kveður fyrir engin hljós þeir sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það atvinnumálanefnd. Það að aðalmenn séu Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Garðar Freyr Vilhjálmsson, Jón Egill Jóhannsson, Sigrún Hanna Sigurðardóttir og Sigurður Bjarni Gilbertsson. Varamenn séu þeirri röð sem ég les þá hér upp Sigurður Ólafsson, Jón Magnús Katarínusson, Þórunn Þórðardóttir, Einar Jón Geirsson og Alexandra Rut Jónsdóttir. Og formaður nefndarinnar sé Garðar Freyr Vilhjálmsson. Einhvers vilja ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljós. Þess sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá varðandi stjórn dvalar- og hjúkrunarheimilis Silfurtóns. Við kusum í þá nefnd á síðasta fundi en við kusum ekki formanninn sérstaklega. Það bara staðfesta par tillögu að Þuríður Jóney Sigurðardóttir sé formaður stjórnar Silfurtóns. Einhvers vilja ræða þá tillögu? Kveður sér engin hljós þess sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fjallskelanefndir og það fyrst fjallskelanefnd Skógarstrandar. Það tillaga að aðalmenn séu Guðmundur Flosi Guðmundsson, Jóel H. Jónasson og Sigurður Heiðarsson.
og varamaður sé Sigríður Huld Skúladóttir. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður engin ljós þess sem samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fjallskilanefnd Suðurdala. Þar tillaga að aðalmenn séu Berghildur Pálmadóttir, Guðbrandur Þorkelsson, Sigurdís Sigursteinsdóttir, Svavar Magnús Jóhannsson og Valberg Sigfússon. Og varamenn séu Guðrún Þóra Ingþórsdóttir og Hjalti Vésteinsson. Einhver sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður engin ljós þess sem samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fjallskilanefnd Laxárdals. Það tillaga að aðalmenn séu Gísli Þórðarsson, Harald Óskar Haraldsson og Katarínus Jón Jónsson og varamaður sé Bjarni Hermannsson. Einhver sem vill ræða þá tillögu? Kveður engin ljós þess sem samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fjallskilanefnd Hvammsveitar. Það tillaga að aðalmenn séu Anna Berglind Halldórsdóttir, Halldór Gunnarsson og Jón Egill Jóhannsson og varamaður sé Guðbjörn Guðmundsson. Einhver sem vilja ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fjallskilanefnd Fellsstrandar. Það tillaga að aðalmenn séu Sigrún Hanna Sigurðardóttir, Sigurður Björgvin Hansson og Sæþór Kristinsson og varamaður sé Sveinn Gesson. Einhver sem vilja ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá fjallskilanefnd Skarðsstrandar. Það tillaga að aðalmenn séu Guðmundur K. Gíslason, Rúnar Hermannsson og Þórður Baldursson og varamaður sé Bryndís Karlsdóttir. Einhver sem vill ræða þá tillögu? Kveður engin ljós þess sem samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fjallskilanefnd Saurbæjar. Það tillaga að aðalmenn séu Jón Ingi Ólafsson, Steinþór Logi Arnarsson og Þórunn Þórðardóttir og varamaður sé Þorbjörn Gerðar Þorbjörnsson. Einhver sem ræða þá tillögu? Kveður engin ljós þess sem samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá komið að öðrum dagskrárlið sem kosning í stjórnir og samstarfsnefndir samkvæmt B-hluta og kosning í þá þær nefndir sem ekki var lokið við að kjósa í á síðasta fundi. Og það fyrst almannavarnanefnd og það í raun og veru bara tillaga að aðalmaður Dalabyggðar í almannavarnanefnd sé sveitarstjóri og varamaður sé oddviti eða Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Einhver sem vilja ræða þessa tillögu? Það kveður engin ljós þess sem samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Þar í raun og veru bara sams konar tillaga og var áðan að aðalmaður sé sveitarstjóri og varamaður sé oddviti eða Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Einhver sem vilja ræða þessa tillögu? Það kveður engin ljós þess sem samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það Sorpurðun Vesturlands, eða svo sem fer með atkvæði Dalabyggðar á aðalfundi Sorpurðunar Vesturlands. Og það tillaga að aðalmaður sé Ingibjörg Þórunna Steinudóttir og varamaður sé Skúli Hreinn Guðbjörnsson. Einhver sem vill ræða þessa tillögu? Það kveður engin ljós þess sem samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fulltrúaráð Fjölbrautaskóla Vesturlands og það tillaga að aðalmaður sé Einar Jón Geirsson og varamaður Guðlaug Kristinsdóttir. Einhver sem vill ræða þá tillögu? Það kveður engin ljós þess sem samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það samráðsvettvangur Vesturlands. Það bara tillaga að fresta afgreiðslu þess. Síðan það menningar- og framfarasjóður Dalasýslu og það bara tillaga að fulltrúi Dalabyggðar í stjórn sé Þórður Ingólfsson og skoðanamenn reikninga séu Skúli Hreinn Guðbjörnsson og Þuríður Jóney Sigurðardóttir.
Einhver vill ræða þá tillögu? Guðþrengi hljóðs þess sem eru samþykki þeirri tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það minningarsjóður Finns Jónssonar frá Geirmundarstöðum. Það hér tillaga að fulltrúi stjórn sé Halla Steinarsdóttir. Einhver vill ræða þá tillögu? Guðþrengi hljóðs þess sem eru samþykki þeirri tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það minningarsjóður Péturs Oddssonar og það tillaga að fulltrúi stjórn sé Jón Egill Jóhannsson. Einhver vill ræða þá tillögu? Guðþrengi hljóðs þess sem eru samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það veiðifélag Laxdæla og það þau raun og bara tillaga að Einar Jón Geirsson fari með atkvæði Dalabyggðar á fundum félagsins og varamaður hans í Skúli Hreinn Guðbjörnsson. Einhvers vill ræða þá tillögu? Guðþrengi hljóðs þess sem samþykki þessari tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það veiðifélag Laxár í Hvammsveit og það hér bara tillaga að aðalmaður sem fer með atkvæði Dalabyggðar á fundunum sé Garðar Freyr Vilhjálmsson og varamaður sé Ingibjörg Þóranna Steinadóttir. Einhvers vill ræða þá tillögu? Guðþrengi hljóðs þess sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þá það svæðið skipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar og aðalmenn séu formaður og varaformaður skipulagsnefndar, það tillagan, og varamenn í þeirra stað séu Bjarnheiður Jóhannsdóttir og Jón Egill Jónsson. Einhver vilja ræða þessa tillögu? Guðþrengi hljóðs þess sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Og að lokum þá þarf að tilnefna fulltrúa Dalabyggðar í stjórn Heilbrigðisnefndar Vesturlands. Og það tillaga að aðalmaður sé Skúli Hreinn Guðbjörnsson og varamaður Garðar Freyr Vilhjálmsson. Einhvers vill ræða þá tillögu? Það Guðþrengi hljóðs þess sem samþykki tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 3. Það eru fundir sveitarstjórnar sumarið 2022. En fundur sveitarstjórnar í júlí fellur niður vegna sumarleyfa og næsti fundur sveitarstjórnar verður 5. 18. ágúst. Á meðan sveitarstjórn í sumarleyfi fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella samanber 32. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar nr. 391/2018 með síðari breytingum. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Sem eru samþykkir því að byggðarráð fari með sömu heimildir og sveitarstjórn í sumarleyfi sveitarstjórnar gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 4. Það breyting á deiliskipulagi Ólafsdals. Þetta mál var tekið fyrir hjá byggðarráði 8. júní síðastliðinn og niðurstaða byggðarráðs til sveitarstjórnar var sú að byggðarráð samþykkir samhliða tillögu að deiliskipulagsbreytingu fyrir Ólafsdal með áorðnum breytingum eftir auglýsingu og leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði samþykkt og taki gildi með birtingu í B-deild stjórnartíðanda undangenginni yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. En þetta eru all miklar breytingar á deiliskipulagi sem almennt nokkuð góð sátt nema kannski fyrir utan eitt verkefni sem snýr að því að það veitt heimild til skógræktar í deiliskipulagi. En orðið laust þessa tillögu ef einhver vill kveða sér ljós. Það kveður sér engin ljós, en ég legg það til bara að sveitarstjórn staðfesti þessa deiliskipulagsbreytingu sem samþykkir þessari breytingu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða, en ég vil jafnframt láta þess getið vegna þess að ég fékk allavega samtal frá aðila í Ólafsdalsfélaginu í gær
að ég vænti þess að Ólafsdalsfélagið og Minjavernd nái einhverju samkomulagi skógrækt í Ólafsdal. En hefði þessi breyting ekki verið skipulögð núna, þá hefði það tafið frekari áformum uppbyggingu bygginga í Ólafsdal, þar sem þarna eru til dæmis verið að skilgreina byggingarheiti fyrir byggingar sem á að byrja á núna seinna á þessu ári. En þá næst dagskrárliður 5. Það er fjallskil 2022. Og það er bara hér tillaga að sveitarstjórn beinir því til fjallskilanefnd að ljúka undirbúningi vegna fjallskila fyrir fund sveitarstjórnar 18. ágúst vegna fjallskila haustið 2022. Fjártölur verða sendar til fjallskilanefndum leið og nefndarskipun liggur fyrir og hún var samþykkt hér áðan, þannig nýkjörnar fjallskilanefndir fá fjártölur þá á allra næstu dögum, en einhverjir vilja ræða þessa tillögu. Það kveður sér engin ljós þess sem samþykkir tillögunni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru næst dagskrárliður 6, það eru siðareglur, en samkvæmt 29. grein sveitarstjórnarlaga skal sveitarstjórn setja sér siðareglur sem sendar skulu innviðaráðuneytinu til staðfestingar. Ef siðareglur eru í gildi skal ný sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til endurskoðunar þeirra. Ef niðurstaðan er sú að siðareglur þarfnist ekki endurskoðun halda þær gildi sínu. Tilkynna þar ráðuneytinu þá niðurstöðu. En það eru í gildi siðareglur fyrir þarna Dalabyggð sem eru frá árinu 2013 og að mínu mati eru þær bara góðar og gildar en þann dag í dag. Þannig ég tel ekki ástæðu til þess að fara að endurskoða siðareglur, en orðið er laust. Það kveður sér engin ljós. Það var bara hér tillaga að siðareglur þarfnist ekki endurskoðunar. Þeir sem eru samþykkið því gefur merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er það næst dagskrárliður 7. Það er samantekt stöðu sauðfjárræktar, en nýlega var kynnt skýrsla Byggðastofnunar stöðu sauðfjárbúskapar sem var unnin fyrir innviðaráðuneytið og var lögð fram. Og ég hef samið drög að bókun sem ég mun lesa upp, og svo gef ég orðið laust málefnið. En bókunin er svo hljóðandi. Í skýrslu Byggðastofnunar stöðu sauðfjárræktar sem stofnunin vann fyrir innviðaráðuneytið er dregin upp dökk mynd af stöðu og framtíðarhorfum sauðfjárræktar á Íslandi. Sauðfjárrækt er undirstaða atvinnu þeirra sem búa í dreifbýli í Dalabyggð. Árið 2021 voru rúmlega 24.000 vetrarfóðraðar kindur í Dalabyggð og þá var 41 heimili með fleiri en 200 vetrarfóðraðar kindur sem hafa talsverðan eða mikil hluta atvinnutekna sinna af sauðfjárrækt. Nokkur af stærstu fjárbúum landsins eru í sveitarfélaginu. Í grunnskóladeild Auðaskóla voru 92 börn síðasta vetur, en 63 þeirra kom á dreifbýlinu utan Búðardals eða 68,5%. Flest börnin á dreifbýli koma frá heimilum þar sem sauðfjárrækt er undirstaðan í tekjum heimilisins. Í samantekt deildar sauðfjárbænda hjá Bændasamtökum Íslands sem birt var 15. júní síðastliðinn kemur fram að aukinn stuðningur stjórnvalda á árinu 2022 og boðuð hækkun afurðaverðs frá fyrstu afurðastöðinni sem hefur birt verð fyrir haustið ná ekki að vega upp kostnaðarhækkanir ársins og framleiðsla sauðfjárbúa fer áfram lækkandi. Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur margoft bókað stöðu sauðfjárræktar á undanförnum árum eftir að mikil verðlækkun átti sér stað árið 2017, en frá þeim tíma hafa stanslaus viðvörunarljós logað við litlar undirtektir stjórnvalda. Frekari aðgerða er þörf því staðan í dag er ekki síður byggð á samfélagsmál en mál landbúnaðarins. Hafa þarf í huga að sauðfjárbú er í senn heimili og vinnustaðar þeirra sem þar búa. Mikilvægt er að horft sé á afleiðingar langvarandi afkomuleysis og andlega heilsu bænda. Þessu atriði þarf að gefa mun meiri gaum líkt þekkist víða á Norðurlöndunum. Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur verulegar áhyggjur af stöðunni því stórfelld fækkun sauðfjárbúa og íbúafækkun sem afleiðinga því mun hafa mikil áhrif á samfélagið í Dalabyggð og getu sveitarfélagsins til að sinna öllum sínum lögbundnu verkefnum. Hafa skal í huga að hvert bú sem hættir hefur veruleg áhrif á framtíðarsýn búanna í kring því fjallskil geta orðið óviðráðanleg líkt og sjást nú þegar merkjum í sumum sveitum landsins. Sveitarstjórn Dalabyggðar óskar eftir fundi með innviðaráðherra til að fara yfir stöðuna. Orðið er laust skýrslu Byggðastofnunar og þessa dröga þessari bókun ef einhver vill taka til máls. Ingibjörg.
fundamenn, aðrir áheyrendur. Mér langaði bara að vekja athygli á því að á síðasta sveitarstjórnarfundi var lagt fram til kynningar frumvarp til laga stefnumótandi byggðaráætlun fyrir árið 2022 til 2036 sem var samþykkt á Alþingi í gær. Þar framtíðarsýn og meginmarkmið meðal annars að byggðir og sveitarfélögum landa allt verði sjálfbær. Það vilji til að í öllum landshlutum verði blómlega byggðir og öflugir byggðakjarnar þar sem stuðlað verði að bættum lífskjörum landsmanna og búsetu frelsi með sem jöfnustu aðgengi að grunnþjónustu, húsnæði og fjölbreyttum atvinnutækifærum. Markmið stjórnvalda með þessu frumvarpi í byggðamálum samkvæmt lögum byggðaráætlun og sóknaráætlanir að jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til vinnu og stuðla að sjálfbærri þróun byggða land allt. Sérstök áhersla verði lögð á svæði sem búa við langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi og einhæft atvinnulíf. Þó kannski allir, það gilda kannski ekki allir þessir fólksfækkun, atvinnuleysi og einhæft atvinnulíf Dalabyggð, þá allavega 2 þeirra myndi ég segja. En í samantekt Byggðastofnunar stöðu sauðfjárræktar dregin fram alvarleg staða sauðfjárbænda í landinu. Með stöðu mála talið líklegt að einhverjir sauðfjárbændur muni hætta búskap haustið 2022 og fjölmargir haustið 2023. Munu rekstraraðstæður ekki batna. Enn fremur talið líklegt að 1/3 bænda muni bregða búi vegna aldurs á næstu árum. Það mun hafa veruleg byggðaleg áhrif á viðkvæmum svæðum sem hafa átt undir högg að sækja líkt og Dalabyggð. Það að einhverjir sauðfjárbændur hætti getur haft margfeldis áhrif þar sem leitir og önnur sameiginleg verkefni sauðfjárbænda verða þeim sem eftir sitja ofviða. Mér finnst ríkið vera að vinna á móti byggðaráætlunni sem hún var að samþykkja bara í gær með þeim aðgerðum sem hafa verið kynntar sem stuðningu við bændur á þessum erfiðum tímum. Fækkun bænda mun bitna mest á þeim svæðum sem sérstök áhersla lögð á í byggðaráætlun. Íslenska ríkið stóð við baki á ferðaþjónustu í COVID. Nú myndi ég vilja sjá ríkið standa við baki á bændum og byggðum land allt. Takk. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Fleiri sem vilja taka til máls? Mér langar aðeins að bæta við bara sjálfum að svo bara fara aðeins yfir málið, þar sem að málið nú kannski mér bara sem einstaklingi aðeins skilt, þar sem að ég starfa sem ráðunautur hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins og hef unnið mikið með rekstrargögn bænda á síðustu árum og þekki gögnin í skýrslu Byggðastofnunar mjög vel. En í gær bárust fyrradag barst fyrsta verðskrá haustsins frá Sláturfélagi Suðurlands sem að var nú blásinn svolítið upp í fjölmiðlum í gær að þetta væri methækkun á verði til bænda 23%. Og reiknað vegið meðalverð fyrir haustið 661 krónu á kílóið. Þessi 23% hækkun frá fyrra ári í kannski raun krónutölu frá því verðið var hæst á árunum 2014 og 2015, 9% hækkun, en þá var skilaverðið til bænda 600 krónur á hvert kíló. Vísitala neysluverðs hefur hækkað tæp 28% á sama tíma. Það frá 2014 til dagsins í dag. Og ég held að hækkanir á hrávörumarkaði séu miklu mun hærri heldur en 28% núna. Hrávörumarkaður þetta þá í raun og veru sá markaður sem að bændur að reiða sig á að kaupa aðfeng til að sinna sínum rekstri. Og það var reiknað út núna fyrir í vetur, meðal annars að þeim sem hér stendur, að við vonum bara að ef við getum sammælst það að einn aðili á búi sem að framleiða 11 til 12 tonn af kjöti, hann á að reikna sér samkvæmt reglum ríkisskattstjóra í dag, reiknað endurgjald upp á 266 krónur á mánuði. Ef þessi aðili, og við myndum vilja það að í matvælaframleiðslu sem þessari, að þessi eini aðili geti tekið út úr sínu rekstri 500 krónur í mánaðarlaun á ársgrundvelli, 12 mánaða tímabili, 6 milljónir á ári, þá þarf þessi aðili sem að framleiða 11 til 12 tonna kjöti, hann þarf að fá 1140 krónur fyrir kílóið. Í náttúrulega gögnum sem að hafa birst frá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins alveg sýnt fram á það að rekstrarkostnaður lækkandi eftir því sem að þau eru stærri.
Og þá myndu náttúrulega mjög rekstrarsinnaðir menn lesa út frá þeim gildum að eina ráðið til þess að bjarga sauðfjárræktinni væri að fækka sauðfjárbúum og gera þau ennþá stærri til að auka hagkvæmni þeirra. Það má vel færa rök fyrir þeirri staðhæfingu, en það þarf jafnframt að hafa í huga samfélagslega þýðingu sauðfjárbúskapar og hvað það þýðir ef búum fækkar meira og þau verða stærri en þau eru í dag. Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri vann skýrslu árið 2015 sem hét Samfélagsleg þýðing sauðfjárbúskapar. Og þar segir á einu stað: eitt af því athyglisverða sem kom fram í viðtölum í rannsókninni var hve menningin í kringum sauðfjárbúskapinn virðist vera mikilvæg í huga viðmælenda. Eins og þeir lýstu því með mismunandi orðum og áherslum þá virðist sem sauðfjárbúskapurinn sé eins konar menningarlegt lím í sveitamenningunni, að hann skapi eins konar tengingu við fortíðina, byggðarlagið og landslagið. Það er það sem að sauðfjárbændur hafa lengi haldið fram og þeir sem búa í dreifbýlinu, að þetta sé kannski svona forsenda þess að það sé líf í dreifbýlinu. Og þessi orð það náttúrulega líka hafa í huga þegar er verið að skoða framleiðslukostnað dilkakjöts, því að ég held að allir bændur viti það, þó kannski hinn almenni neytandi viti það ekki, að það er gríðarlega mikil þarna óreiknað vinnuframlag á hverju einu sauðfjárbúi á Íslandi. Þetta er eitt af því sem þarf að kannski skoða hér á landi. Þetta hefur þarna fyrirtækið AHDB í Bretlandi skoðað og borið saman mismunandi framleiðslukerfi. Og það er gríðarlega mikið það að menn séu að kannski fá vin og kunningja til þess að koma og taka 1 eða 2 vikur í sauðburði eða aðstoða við smalamennskur og fólk er bara að gera þetta ánægjunar vegna. Þetta er óreiknað vinnuframlag sem er ekki reiknað inn í hinn raunverulega framleiðslukostnað. Og já, staðan er kannski svolítið alvarleg, en það er náttúrulega ýmislegt kannski sem að er hægt að gera, en það gerist ekki að sjálfu sér og það þarf aukinn stuðning stjórnvalda bæði þá bara til þess að koma þá á búháttarbreytingum ef að menn vilja að það verði áfram byggð í landinu. Eitt af því sem hefur verið kynnt og verður væntanlega mun meira á komandi árum í sjálfsagt í tengslum við aðgerðir í loftslagsmálum er aukinn skógrækt eða það moka ofan í skurði. Og þetta er eitt af því sem að hefðbundni landbúnaður í dag er bara að fara að keppa við verði þegar verið að meta verðgildi jarða og mun veikja rekstrarstöðu þá hins hefðbundna landbúnaðar eins og hann er í dag. Og ég les út úr skýrslu Spretthópsins sem kynnt var á þriðjudaginn eins og lið 7. Skipulagsmál þurfi að taka mið af vaxandi mikilvægi ræktaðs og ræktanlegs lands í þágu fæðuöryggis hér á landi sem annars staðar í heiminum. Möguleikar til matvælaframleiðslu og mikilvægi matvælaframleiðslu þurfa að hafa forgang þegar línur eru lagðar landnýting og staðarval fyrir atvinnustarfsemi. Þannig held ég að sé verið að beina svolítið orðunum til sveitarfélaginu það hvernig menn nota skipulagsvaldið þegar kemur að landbúnaðarlandi og öðru. En síðan stendur líka í skýrslu Spretthópsins að til að styrkja undirstöðu jarðræktar þarf að fjárfesta bæði í grunnrannsóknum og hagnýtum rannsóknum á því sviði, stuðla að jurtakynbótum, vönduð virkjavæli og hagkvæmustu ræktunartækni. Þetta er allt eitthvað sem getur vel komið til greina á þessu svæði hérna, en það vantar hins vegar miklu og mun meiri stuðning til þess að menn fari í einhverja búháttarbreytingar til þess að fara að stunda þá einhverja aðra atvinnugrein. Og ég ætla að minna á það að eitt sinn áttum við stofnun sem hét Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, þar sem voru stundaðar mjög margvíslegar rannsóknir á sviði landbúnaðarmála. Svo koðnaði þetta svona smá saman niður á árunum 1990 til 2000 og peningarnir hafa farið sífellt minnkandi. Hún rann síðan inn í Landbúnaðarháskóla Íslands árið 2005 og starfsmannafjöldi Landbúnaðarháskólans hefur held ég minnkað helming á starfstíma skólans frá árinu 2005 til dagsins í dag. Og þeir starfsmenn sem starfa í raun og veru núna við Landbúnaðarháskólans, þeir eru bara fullhertir af því í raun og veru bara að sinna kennslu og viðhaldi faktaþekkingar. Ég hef sjálfur talað það núna í nokkur ár að það er raunveruleg hætta á því að það verði ekki til staðar fólk eftir nokkur ár bara til að viðhalda faktaþekkingu í landbúnaði á Íslandi. Þannig þarf stóraukið átak í þessum málum
Og vonandi að stjórnvöld fara að vakna til lífsins, því að spurningin kannski bara svo, vilja menn að sé matvælaframleiðslu á Íslandi eða vilja menn að hún sé ekki. Því að ef matvælaframleiðsla á að vera atvinnugrein til framtíðar, þá þarf afkomu og einhver borgar alltaf fyrir ódýr matvæli og í tilfelli sauðfjárafurða í dag eru það bændurnir sem hafa ekki afkomu. Þeir eru að borga fyrir þessu ódýru matvæli. Þessu þarf að breyta. En vilja fleiri taka til máls? Garðar? Oddviti, það eru sveitarstjórnarmenn. Eins og kemur skýrt fram í þessari skýrslu Byggðastofnunar og í tillögu sem oddviti hefur lesið upp, þá sést mjög skýrt hvað sauðfjárræktin stór partur af Dalabyggð og mikilvægur partur af þessu samfélagi sem við rekum hér. Þannig að það verður mjög mikilvægt fyrir okkur í framhaldinu að finna alla leiðir, og ég held að við verðum að taka bara á fyrsta fundi atvinnumálanefndar í haust að kalla sauðfjárbændur að borðinu og hvernig við getum leita til ríkisins og hvernig við getum nýtt þær leiðir sem eru í boði núna í kringum brothættar byggðir, hvernig við getum stutt við þennan iðnað þannig að hann dafni áfram og verði áfram mikilvægum partur af samfélaginu okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera, en ég legg þá í raun og veru bara fyrir þessa bókun hérna sem ég las upp áðan. Ég ætla ekki að lesa hana aftur. Þess sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 8. Það samstarfssamningur við Foreldrafélag Auðaskóla. Og það liggja hér fyrir í raun og veru drög að bara samningi. Þetta eru í raun og veru bara þarna fjárveiting sem alltaf í heimild fyrir í fjárhagsáætlun, en það bara svona formgera utanumhaldana með föstum samningi. Einhvers vill ræða þennan samning sérstaklega. Það kveður sér engin ljós, þeir sem eru samþykkir samningnum gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 9. Það Sólheimar, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. En það liggur hér fyrir bara drög að bókun til þess að ég raun og veru klára það mál sem að sveitarstjórn síðasta kjörtímabili vann að. En Dalabyggð, og bókunin þessi, Dalabyggð óskaði með erindi dagsett 19. október 2021 samkvæmt 3. málsgrein 32. greinar skipulagslaga staðfestingar skipulagsstofnunar á breytingu og aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna iðnaðarsvæðis í landi Sólheima fyrir vindorkuver. Skipulagsstofnun vísaði með bréfi dagsett 28. desember 2021 staðfestingu breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar til ákvörðunar ráðherra samanber 4. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsstofnun vísaði meðal annars í skilmála skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 þar sem segir að svæði biðflokki rammaáætlunar skuli skilgreind sem varúðarsvæði, en skilgreining varúðarsvæðis felur meðal annars í sér takmörkun á landnotkun. Þann 7. apríl 2022 barst ákvörðun ráðherra þar sem synjað staðfestingu og breytingum aðalskipulagi sveitarfélagsins varðandi vindorkuver í Sólheimum. Í kjölfar athugasemdar skipulagsstofnunar og ákvörðunar ráðherra hafa skipulagsgögn verið lagfærð með þeim hætti að fyrirhugað iðnaðarsvæði nú skilgreint sem varúðarsvæði. Sveitarstjórn samþykkir breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna vindorkuvers í landi Sólheima og að breytingin taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild stjórnartíðinda að lokinni yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhvers vill ræða þetta mál? Kveður sér engin ljós, þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 10. Það eru Hróðnýjarstaðir, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. Dalabyggð óskaði með
þetta er í raun og veru samhljóða eða svipuð bara bókun og við síðasta mál en drög á bókunin er svo hljóðandi. Dalabyggð óskaði með erindi dagsett 19. október 2021 samkvæmt 3. málsgrein 32. greinar skipulagslaga staðfestingar skipulagsstofnunar og breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna iðnaðarsvæðis í landi Hróðnýjarstaða fyrir vindorkuver. Skipulagsstofnun vísaði með bréfi dagsett 28. desember 2021 staðfestingu, breytingar og aðalskipulagi Dalabyggðar til ákvörðunar ráðherra, samanber 4. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsstofnun vísaði meðal annars í skilmála skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 þar sem segir að svæði í biðflokki rammaáætlunar skuli skilgreind sem varúðarsvæði en skilgreining varúðarsvæðis felur meðal annars í sér takmörkun á landnotkun. Þann 7. apríl 2022 barst ákvörðun ráðherra þar sem synjað er staðfestingu og breytingum aðalskipulagi sveitarfélagsins varðandi vindorkuver á Hróðnýjarstöðum. Í kjölfar athugasemda Skipulagsstofnunar og ákvörðunar ráðherra hafa skipulagsgögn verið lagfærð með þeim hætti að fyrirhugað iðnaðarsvæði er nú skilgreint sem varúðarsvæði. Sveitarstjórn samþykkir breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna vindorkuvers í landi Hróðnýjarstaðar og breytingin taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhver sem vill ræða þessa bókun? Svo er ekki þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundargerðir til staðfestingar og það er fyrst dagskrárliður 11, það er byggðarráð Dalabyggðar, það er fundur númer 291. Einhver sem vill ræða þá fundargerð sérstaklega? Það kveður sem ekki ljós þeir sem eru samþykkir fundargerðin gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður 12, það er stjórn Dvalar og stjórn Sölvutúns, fundur númer 59. Einhver sem vil ræða þá fundargerð? Það kveður sem ekki ljós þeir sem eru samþykkir fundargerðin gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Svo er þá hér fundargerð til kynningar. Það er dagskrárliður 13, það er fundargerð Breiðafjarðarnefndar, það er fundargerð 203. fundar sem liggur hér fyrir. Einhver sem vil ræða hana sérstaklega? Það kveður sem ekki ljós. Þá er dagskrárliður 14, það er fundargerð Dalagistingar. Liggur hér fyrir bara fundargerð stjórnar frá 7. júní síðastliðinn. Einhver sem vil ræða þá fundargerð? Það kveður sem ekki ljós. Þá er það dagskrárliður 15, það er undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð, liggur hér fyrir fundargerð byggingarnefndar frá fundi núna í júní. Það eru fundargerðir sem þurfum að samþykkja, eða ekki, Kristján? Ekki fundargerðir? Nú, ok. Þá bara liggur hún hér fyrir til kynningar. Þá er það næst dagskrárliður 16, það er fundargerð fasteignafélagsins Hvamms EHF. Og það er fundargerð stjórnar frá 14. júní síðastliðnum. Einhver vill ræða þá fundargerð? Það kveður sem ekki ljós. Þá er það dagskrárliður 17. Það er Kristján Sturluson ætlar að víkja fundi. Það er ráðning sveitarstjóra. En það er úr fundargerð 291. fundar byggðarráðs frá 8. júní. En ráðningarsamningur við sveitarstjóra rann út 14. júní síðastliðinn og formanni byggðarráðs var falið að ganga frá samningi við sveitarstjóra í samræmi við umræður á fundinum og það liggur hér fyrir að drög að viðauka við ráðningarsamning sem það er samningur framlengingu starfi núverandi sveitarstjóra þar til nýr einstaklingur hefur verið ráðinn í starfið, liggja hér fyrir í fundargögnum. En staðan hefur verið auglýst og umsóknarfrestur rennur út núna 20. júní næstkomandi. Einhvers vill ræða þennan viðauka? Það kveður sem ekki ljós þeir sem eru samþykkir þessum viðauka gefið merki.
Hann er samþykktur samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 18, það eru mál frá Alþingi til umsóknar, en það liggur hér fyrir bara í fundagögnum umsögn Dalabyggðar frumvarp til byggðaáætlunar sem að byggðaáætlun var samþykkt á Alþingi í gær. En þá er dagskrá fundarins tæmd og við munum núna bara stöðva upptöku og munum fara yfir fundagerðu og ganga frá henni og undirrita. Ég bara eftir merki frá fundarritara að